We're buying oil from Venezuela. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Já, velkomin í Ræða raunveruleika. Í dag ætlum við að fjalla Venezuela. Það hefur verið mikið í umræðinni. Þar voru kosningar að eiga sér stað þar. Maduro vann kosningasigur sitjandi forseti. Stjórnarandstaðan þar á bæ heldur því fram að það hefur verið svindlað í kosningunum. Bandaríkjamenn eru að reyna að halda því fram aftur. Það ekki í fyrsta skipti sem það hefur verið gert. Við ætlum að fjalla eins þetta, aðdragandann, Venezuela, bolívarísku byltinguna, Suður Ameríku í aðeins víðari skilning og skoða það í ljósi heimsvalda stefnunar. Til að ræða þessi mál með mér hef ég fengið til mín fólk sem þekkir þetta sitt hvað og það hann Tjörvi Schött, takk fyrir að koma, Eyjólfur B. Eyvindarsson og Gunnvör Rósa Eyvindardóttir. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir. Nú, Gunnvör, þú skrifaðir meistararitgerð bolívarísku byltinguna sem byrjaði 1999? Það má segja það, já. Og þarna átti sér stað mikil breyting í venezuelsku samfélagi, eitthvað sem grundvallarbreyting í raun. Fyrir þennan tíma þá var til dæmis olíuauðlindir Venezuela sem eru með þeim stærstu í heimi, ef ekki þær stærstu í heimi. Hagnaðurinn af þeim var alfarið eiginlega að fara út úr landi og til örfárra í því landi. Hverjar voru helstu niðurstöður ritgerðar þinnar? Sko, ef við byrjum aðeins á smá forsögu að Chávez hann er kjörinn 1999 og hafði reynt að komast til valda fyrir það. Það sem að gerist í rauninni í Rómönsku Ameríku það er að nýfrjálshygginu er svolítið svona tilraunaverkefni í tíð Reagans og fyrrverandi forseta Bandaríkjanna og Margaret Thatcher forsætisráðherra í Bretlandi á þeim tíma. Og þau höfðu tröllatrú á nýfrjálshygginu og töldu að þetta væri bara málið og þetta er svona smá tilraunaverkefni í rauninni, kannski má segja, ef þú vilt. Það sem gerist svo í kjölfarið á þessum árum, þarna fyrir 1999, er að vissulega þá minnkar verðbólga eða dregur úr verðbólgu, en fátækt eykst líka. Og ef við tökum bara Venezuela, þá verður þarna mjög mikil óánægja árin þarna á undan eftir að þetta prógram er sett svolítið svona í gang. Og sem að bara vex og Chávez er úr hernum, hann er sem sagt herforingi, má segja. Hann skynjar það að fólkið hans fólkið í landinu er óánægt og það vex alltaf óánægjan og svo er þetta þarna riot uppreisn. Já, uppreisn. Og hann er síðan býður sig fram lýðræðislega, hann er búinn að reyna svona kú og er kjörinn og hann er í rauninni ekki vinstri maður í þeim skilningi heldur hann í rauninni segir bara ég tel að það þurfi að breyta þessari stöðu og hann er semst í rauninni þá svona kemst til valda á þeim forsetum hann sé anti neoliberal hann er semst já gegn nýfrjálshyggjunni. Akkurat. Vill byggja upp samfélagið, vill bæta hag fólksins og svo framvegis. Já, það sem akkurat er verið frekar og það er þetta 21st century socialism sem er þá hans, eða þeirra prógram, þarna eftir hans, þegar hann kemst til valda. Gengur akkurat út á það að frekar að einblína á þarfir fólks heldur en sem sagt fjármagnið. Og hann er semst þá ekki vinstri maður hérna í byrjun en eftir valdaránið í 2003 að þá hugsaði hann býttu, þá bara herðir hann tökin og 2006 á þingi, alþjóðaþingi, þá lýsir hann því yfir að hann sé sósíalisti. Þannig að hann og þá segir hann bara, það er bara ekki hægt að vinna þessa baráttu
fyrir fólkið nema með sósíalisma. Og þetta kannski viðkvæmur tími þarna 1999 til þess að segjast opinberlega að vera sósíalisti eða félagshygginn svona opinskátt og vitna í þessar hefðir og svo framvegis stutt síðan þarna þá Sovétríkin hrundu og svona félagshyggjan á undanhaldi, nýfrjálshyggjan að rísa en svo þú veist Bandaríkjamenn reyna kortið að steypa honum að því að það sem hann að gera hendar þeim svo illa hann endar að því að koma brút og segja já við erum sósíalistar en þekkið þið söguna aðeins aftar en þetta? Hvernig var Venezuela svona út 20. öldina? Þegar talaði nýfrjálshyggjuvæðingu þar en hafði Venezuela kynnst einhverju öðru en því að þarna væri að eiga sér stað ofur arðrán þar sem að auðlindir landsins ekki í eigu þjóðarinnar ekki í eigu fólks í landinu heldur verið að taka hagnaðinn út? Já, ég ég er engin sérfræðingur í þessu en ég hef bara hlustað á Noam Chomsky þar sem að hann hefur sagt þetta, hann hefur útskýrt það nokkuð vel og það sem að Noam Chomsky segir að það var þannig að þegar olíuauðlindir finnast í Venezuela í byrjun 20. aldar þá var það upphaflega undir stjórn Breta Svo stíga Bandaríkin inn og ráða yfir þessum olíuauðlindum og eins og við vitum þá eru Bandaríkin með yfirráðið yfir nokkuð mörgum ríkjum í Suður Ameríku, ég meina Panama er gott dæmi Bandaríkjamenn byggðu Panama-skurðinn og stjórnarinnu bara landinu hafa gert ætíð síðan Þannig að þó þetta sé ekki kallað nýlendur þá er þetta það sem að Chomsky kallar colonial economy að því að bandarísk eða vestræn stórfyrirtæki ráða yfir olíunni og auðlindu landsins. Og hann segir að alla 20. öld hafi Venezuela verið svona colonial economy, nýlendu bara hagkerfi. Það sem að auðlindirnar eru í eigu erlendra stórfyrirtækja og allur hagnaðurinn af auðlindunum hann fer bara úr landi og fer ekki til fólksins í landinu og meðan það var gjörspillt stjórnmálaelita þá býr fólkið bara í fátækt Þannig var þetta alla 20. öldina og svo náttúrulega kemur nýfrjálshyggjan á 8. og 9. áratugnum sem að gera hlutina ekki betri heldur verri og það eru ekki fyrir að Chávez og hans hreyfing kemst í valda 99 sem að það er farið að vinda ofan að þessu Já, því að ef við tökum það aftur núna, hvað gerist í valdatíð Chávez? Hann byrjar akkurat á því að þjóðnýta olíuna og þetta er í rauninni bara sama prógram eða sama aðferð og Noregur, þið vitið. Það er bara þetta er bara sama módel, má segja. Og þar sem að eignarhaldið er þá 51% í Noregi á olíunni Þarna er eins og Tjörvi segir, það eru bandarísk fyrirtæki sem eru þá að nýta olíuna og flytja þá arðinn úr landi í Venezuela til fyrirtækja og einkaaðila þá í Bandaríkjunum. Það sem Chávez gerir, hann byrjar strax á því að þjóðnýta olíuna og það náttúrulega hafði mikil átök af því að þeir vildi ekki gefa eftir sinn skerf af þessu náttúrulega gríðalegur arður af olíunni en þetta hann er búinn að hugsa þetta að nota arðinn af olíunni til að byggja upp velferðarkerfi. Það var akkurat það sem hann er kjörinn til að gera og akkurat það sem hann hugsaði þetta þarf að gera í Venezuela og hérna erum við með olíu sem er dýrmæt og við getum nota peningin í fólkið og hann býður þessum bandarísku fyrirtækjum bætur fyrir compensations en það er bara það er ekkert það er bara þú fær bætur en við ætlum að taka olíuna aftur. Já, þó að olíufyrirtækin bandarísku myndu segja nei við viljum ekki selja þá segir Chávez og ríkisstjórnin í Venezuela bara jú við erum að fara að kaupa þetta tilbaka fá það til okkar og þið fáið hérna smá. Það var ekkert annarkvort eða. Það var bara þetta er alveg eins og við með okkar fiskifyrirtæki við myndum bara ef að Danmörk, nú er hún alltaf ef að Danmörk ætti okkar fiskifyrirtæki, við myndum segja bara nei, við ætlum bara að fá að veiða okkar fisk sjálf og nota arðinn fyrir okkar spítala. Þannig að það sem gerist þá, hann setur strax á stað það sem heitir Misiones, sem eru þá, hvað má þýða það sem? Það er svona... Misjón? Já, það er svona... einhver áætlun. Já, miðstöð eða markmið eitthvað slags. Já, akkurat, þetta er svona áætlanir eða markmið að bæta heilbrigðiskerfið, bæta menntakerfið, þessi fólk fái húsaskjól, að fólk búi við mataröryggi og þetta er bara prógram sem er bara sett á fullt.
Og það sem að gerist, nú er ég ekki að tala um öll valdaránin sem eru reynd, heldur bara árangurinn af því sem er gert í bóluvarsku byltingunni og undir tíð Chávez, að ólæsi sem sagt útrýmt í hans valdatíð, að 2005 þá lýsir UNESCO því yfir að Venesúela sé laust við ólæsi. Og það gerist strax 2005, þið sjáum bara hvað þetta rauninni gerist hratt. Fátækt fer úr 54% árið 1997 í 31% í 2011. Þannig að það er bara strax fara að vinna mjög öflugt niður. Verðbólga fer úr 100% 96 í 20% 2012. Og 2013 þá fær Venesúela viðurkenningu frá Sameinuðu þjóðunum að þau séu í topp 50 lönd sem eru í framförum, sem sagt, og vinna bug á fátækt sérstaklega, sko. Þannig að þetta er svona bara aðeins skautað yfir bara árangurinn og svo náttúrulega er líka mælingar á lýðræðis ánægju sem að vex. Latino Barometro sem er Chilenskt fyrirtæki sem að mælir svona eins og Gallup, það sem að ánægja með lýðræði vex stöðugt í valdatíð Chávez. Ánægja vógin hérna heima eða eitthvað leika. Já. Og jafnrétti á skalanum, fólk læra að lesa og til dagsins í dag þá hafa verið byggðar 4,4 milljónir af íbúðum fyrir fólki sem áður bjó í þetta sem heitir barrios, þessar myndir sem við sjáum stundum frá Venesúela, það sem er bara svona einhverjir pappakassar í hlíðum. Það semst verið að rusla því burt og gefa fólki sem sagt húsaskjól og 4,4 milljónir sem er búið að þá byggja fyrir. Það var líka lagt áherslu á það að fólk myndi kynna sér stjórnarskrána. Við gerum stjórnarskrána að mjög mikilvægan hlut, dreifðu henni og ég held að það sem hafi breytt svo miklu að fólki fannst það sem það hafði að segja, það var hlustað á og það er ennþann dag í dag þannig reynda að alltaf þessi fórsendin fer, það var alltaf fólk sem er að taka við miðum. Fólk sem mætir og sem er með eitthvað áhyggjur eða eitthvað vandræði eða eitthvað sem maður vill bæta eða óskýra um eitthvað. Og það er tekið á móti í öllu og það er alltaf verið fólk á vegum forseta frambóðsins í rauninni sem heldur utan þetta. Því að fyrir þetta og það er Bolívar, sko, þannig að fólk þarf aðeins að vita líka Bolívar er frelsishetjan sem að er rauninni hann og fleiri herforingjar sem að börðust gegn Spánverjunum rauninni er að því að þetta er sko einhver leyti ekki eins og kannski á sandinistunum en þetta er svona, við talum sko heila föðurlandið, þetta er landið þeirra og það er að virða það og Bolívar sko er í rauninni þeirra eins og José Martí á Kúbu eða kannski ekki Jón Sigurðsson í Íslandi en þú skilur hvað að fara sko. Stór svona þjóðarhetja í raun sem var mjög mikilvæg og þetta er á 19. öld ekki þegar að Rómanska Ameríka er svona að öðlast sjálfstæði í orði frá Spánverjum og er að berjast við losna undan spænsku krúnunni sko. Og Chávez vitna oft í Bolívar og svona. Já og það sem að gott þú nefnir stjórnarskrána vegna þess að það sem að Chávez gerir líka eða semst í hans valdatíð þannig strax það er að koma saman stjórnlagaþingi stjórnarskrár og það sem að er fólk úr öllum áttum sem að skrifa nýja stjórnarskrá sem að er samþykkt með 70% atkvæða í kosningu og stjórnarskrá 1999 bara í lok ársins bara nánast, ég held að hann komist til valda hann í byrjun árs og þessi stjórnarskrá er mjög áhugaverð vegna þess að það eru sem sagt í rauninni mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eiginlega kallast á við mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna þannig að það er ekki bara sko búið að ratify eins og vestrænu ríkin hafa gert við mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna heldur líka búið að setja semst ákvæðin inn í þeirra stjórnarskrá sem þýðir það þá að það er ekki hægt að sem sagt komast hjá því að virða mannréttindi. Samkvæmt þeirra lögum að þeirra þetta er bara stjórnarskráin sem að og bara þið getur bara lesið sem sagt mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og borðana saman við stjórnarskrána. Það eru ákvæðin endurspeglast inn í
Og þrátt fyrir þennan skjóta ábata sem eiga þessi stað og lýðræðisbyltingu og verið að útrýma fátækt og verið að kenna fólki að lesa og svona, þá verið að segja í vestrænum fjölmiðlum alveg á milljón, Tjörfi, það verið að segja á milljón að þarna sé einhvers konar einræðisherra að rísa upp og að þetta sé alveg hræðilegt það sem er að gerast í Venezuela. Hvaðan kemur þetta svona narratív? Akkur alltaf verið að halda þessu fram? Svo verður náttúrulega sko afturför að því að Bandaríkin fara í þessa miklu herferð gegn landinu með efnahagsþvingunum sko. Og það hafa náttúrulega sko, hafa ekki verið einhver efnahagsþvinganir bara frá upphafi en þeir náttúrulega hertu að verulega, var það ekki eftir að Trump komst til valda sko 2017 sem að þá þeir fóru í þessa nýju efnahagsþvingana herferð sko. Já, sko 2015 segir Obama að Bandaríkjunum standi ógn af Venezuela sko. Beinlínis dekret og frá forsetanum þá að Venezuela verið ógn við þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Já, þjóðaröryggi. Það skiptir rauninni engu máli hver við stjórnvölinn. Það einhvern veginn sem sagt, já. Ok, þannig að það byrjar sko í ríkisstjórn Obama. En svo kemur sko Trump inn 2017 og hann með þjóðaröryggisráðgjafa sem heitir John Bolton og hann nokkuð skona mastermind á bakvið þessa strategíu sko. Og þeir fara í þessa svakalegu herferð. I don't know that I agree with you to be fair with all due respect. One doesn't have to be brilliant to attempt a coup. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'etat, not here, but other places, it takes a lot of work, and that's not what he did. When we were talking about what is capable, what you need to do to be able to plan a coup, and you cited your expertise having planned coups. I'm not going to get into the specifics, but successful coups? Well, I wrote about Venezuela in the book, and it turned out not to be successful. Not that we had all that much to do with it, but I saw what it took for an opposition to try and overturn an illegally elected president. We're going to announce sanctions against Petroleas de Venezuela, Sociedad Anima, or PDVSA, as it's known by its Spanish acronym, the state-owned oil monopoly. We have continued to expose the corruption of Maduro and his cronies, and today's action ensures they can no longer loot the assets of the Venezuelan people. We expect, and Secretary Mnuchin will go into this in more detail, that today's measure totals $7 billion in assets blocked today, plus over $11 billion in lost export proceeds over the next year. Og Trump hefur viðurkennt í sjónvarpsviðtölum að þeir hafi verið að sækjast eftir olíunni. Hann segir, we should have taken all the oil, segir Trump, sko. Og John Bolton talar upp í skotnu valdarann og hann segir líka sko að efnahagsþvinganirnar hafi verið sko hannaðar með það í huga að valda fólksflótta frá landinu sko. Það hafi verið markmið og það tókst. Þannig að það bara verið að reyna, vísvindandi verið að reyna að knesetja landið og efnahag landsins og láta fólk flýja landi sko. Og það hefur náttúrulega tekist sko. Og mér skilst að Sameinuðu þjóðirnar hafa farið þarna til þess að meta svona áhrif efnahagsþvingananna og einmitt meta það sem svo bara þetta sé bara stórskaðræði, sé búið að valda dauða mjög margra og svo framvegis. Já, sérfræðingur hjá Sameinuðu þjóðunum, Sayas, hvort hann fyrirverandi, hann hefur einmitt verið að fjalla þetta og það talið að 100.000 Venezuela búar árið 2020 hafi bara hreinlega látist út af efnahagsþvingununum bara sem bein tenging við. Wow. Áður en fyrir aðeins nánar í nútíman og svona næri nútímanum að Chávez kemst til valda 1999 en svo hann steypt stól í valdaráni 2003 eða 2, en það ekki? Já, það var valdaránstilraun, já. Hann var 2002. Já, 2002. Og hann var sko, hún heppnaðist í einhverja nokkra daga. En svo 2 sólarhringa, já. Já, 2 sólarhringa. Svo var hún komið aftur til valda sko. Þannig þeir tókst að vinda ofan af valdaránstilrauninni. Og svo er það sko, það grein í Guardian. Guardian viðurkendasta dagblað í Bretlandi og þar kemur fram að Bandaríkin hafi átt sko þátt í þessu valdaráni sko. Þannig að ég held að það sé alveg sko, engin vafi það sko, að þeir voru með puttana í valdaráni. Já, það hefur verið sýnt, búið að sýna fram á það að CNN var komið með frétt dögunum áður, þar sem að nýr forseti tala til fólksins. Jæja, nú erum við búin að taka landið, þannig að það er búið að taka upp fréttina áður en honum steypt á stóli. En það mjög áhugavert að því að sko, og það sem líka að gerast núna og búið að gerast allan tíman, að herinn í Venezuela hefur leynt og ljóst meira og minna alltaf staðið með fólkinu. Þannig að vilji fólksins, það hefur herinn þá virt. Þannig að það sem gerist náttúrulega í þessu valdaráni Chávez
Það sést lokað á allar útvarpssendingar og allt slíkt og bara útvarpa því sem í valdaránunni átt að heyrast. En það sem gerist að það eru hópar sem fara bara á banka, maður og mann, og fá fólk út á götu til að krefast þess að fá forsetann sinn aftur og herinn hjálpar til við það líka. Það er kannski svipað við sáum í Bólivíu bara núna fyrir stuttu að það er einhver hersöðingi sem ætlar að fremja valdarán en út af því að bæði of margir í hernum eru að binda hollustu sína við stjórnarskrána og fólkið og út af því að fólkið rís líka upp og veitir þrýstinga þá tekst þetta ekki. Nei, og líka náttúrulega því Chávez sjálfur úr hernum. Þú sér það bara líka, sko, það er til það er ísk sjónvarpsheimildamynd. Hún er bara á YouTube, hún heitir The Revolution Will Not Be Televised, sem voru í Venezuela að þegar þetta er að gerast. Og þeir fjallum sko sína bæði náttúrulega bara sámaður ef maður fylgjast með þessu af því að sko Chávez og fleiri, það er til reyndar líka heimildamyndum hann á YouTube. Hvernig hann heilsaði alltaf öllum, þú veist, eins og bara heiðursvörðurinn sem er í Miraflores, við forsetahöllina, kom alltaf og tók utan á mig og svona, þetta var ekki svona bara ég skipaði þér og þú átt að hlýða mér, heldur var svona, þú veist, þetta er svona, við erum saman í þessu og þú veist. Það er mjög alþýðulegur. Og það var einmitt þessi heiðursvörður sem að hann tók valdaráns leppina sem voru inni voru sem sagt Chávez að búið að handtaka hann og hann var farinn heldur til. Það var einhver bandarískri hestuð og einhverju eyju í Karabíhafinu. Voru með hann í þyrlu. Og þeir voru svona að fara að setja í gang hana, þú veist, að tilkynna að þeir voru núna búin að ná völdunum með allt fólki út á götu fyrir utan að það var að sem sagt heiðursvörðurinn sem hann tók þá. Og herinn steig inn og tók völdin og fekk Chávez tilbaka. Og stóð með stjórnarskráni. Já. Og Chávez, hann var líka frægur og þekktur fyrir það að vera mikið í útvarpinu og sjónvarpsútsendingum þar sem hann var að taka við símtölum frá bara venjulegum Venezuela búum og að tala við fólkið og svona deila áhyggjum sínum og það var Aló presidenti, það er Maduro er með svipaðan þátt sem heitir Maduro Mas, þú veist, en það kemur hérna inn, þú veist, að þessi tilfinninga fólkið finnst að það sem það hefur verið að segja, það skiptir máli, sko. Ok, förum aðeins í nútíman að núna voru kosningar. Maduro vinnur með einhverjum 51% atkvæða. Stjórnarandstaðan fær 43 ef ég man rétt og segir að kosningarnar að það sé svindlað í kosningunum og vitna þá í eina svona skoðanakönnun sem hefði verið gerð rétt fyrir kosningar sem sú skoðanakönnun sýndi fram á það að stjórnarandstaðan myndi vinna öruggan sigur. Svo hefur verið komið í ljós að sú skoðanakönnun var gerð af bandarísku fyrirtæki sem hefur djúpar tengingar við svona bandaríska utanríkisstefnu og stofnanir á Tjörvi? Já, þessi sko, þetta var útgöngukönnun sem að stjórnarandstaðan styður sig við og hún var framkvæmd af fyrirtæki sem heitir Edison Research sem er með höfuðstöðvar sínar í New Jersey sko. Og það er svolítið merkilegt að þeir hafi framkvæmt útgöngukönnunina því að ef ég skilda rétt þá er bannað að gera útgöngukannanir í Venezuela. Það er það, eins og í mörgum öðrum löndum. Já. Það megi ekki vera skoðanakannanir bara einhverjum vikum eða dögum fyrir kosningaðar. Sko. Já, þannig að maður spyrir sig hvernig þið framkvæmt þessa könnun sko og samkvæmt könnuninni vann González með 65% á meðan Maduro fekk bara 31 sko. Þannig að þetta er alltaf mjög ótrúlega tölur sko. Og þetta er þessi útgöngukönnun sem að stjórnarandstaðan studdi við sko, til að lýsa því yfir að þeir hafi raunverulega unnið kosningar og það hafi verið kosningasvindl sko. Og eins og segir Ben Norton, blaðamaður, hann var með sko greininga á þessu og hann benti á að þetta fyrirtæki hefur áður verið að gera svipaða kannanir í Georgíu og öðru löndum þar sem að Bandaríkin hafa verið að reyna að skipta sér á kosningum og hafa áhrif sko. Og vinnur með sko bandarísku ríkisfjölmiðlum eins og Radio Liberty og fleiri svoleiði sem að náttúrulega eru að breiða út boðskap Bandaríkjanna í erlendi sko. Og menn eins og Elon Musk, þeir taka undir þetta og vilja meina að hér sé socialist dictator Maduro að ræna völdum og kallar þetta what a travesty. Elon Musk deilir tweeti frá reikning sem heitir End Wokeness og hann og félagi hans Milei, forseti Argentínu sem er mjög svona
ný frjálshygginn og hliðhollur Bandaríkjunum og Ísrael að hann tekur undir og segir þarna sé einræðisherra Maduro sé einræðisherra og sé að ræna völdum. Hann segir þessi kommunískur einræðisherra. Kommunískur Milei einræðisherra. náttúrulega, við þurfum átt okkur eitt með Milei, sko, hann er náttúrulega fastur 1950. hann fór hérna á einhverja ráðstefnur og var lýsið yfir, sko, að það er búið að sína fram að samvinnan er dauð, það er enginn að fara að vinna saman og samstæðan er dauð og enginn að fara að vinna, og svo talar hann kommunista. Þetta er bara svona eins og plan Condor eða þú veist, fyrir valdaráni í Chile. Já. Þetta er ekki einu samingi við neitt, sko. Elon Musk hérna er einmitt, það er að nýjasta, það er búið að loka á Twitter eða X í Venezuela í 10 daga. En hann persónulega hefur verið að deila einmitt hérna, fæslum á þessum vef og ef hann skoðaði samingi það er örugglega ekki fyrsta skiptið, sko, það er örugglega fleiri hérna, en bara þarna, en beinlínis hefur hann veit ekki hvað hag hann hefur að því, sko, en Hann er búinn að vera mikill herferð á Twitter eins og sé með þetta mála heilanum. Hann er bara að tvíta alveg á fullu, sko. Og Maduro hefur sagt ýmislegt hann og sagt að hann sé einhver erkióvinur, sko. og og svo hefur hann, sko, Elon Musk, hann hefur deilt falsfréttum, sko. Það hefur verið gerð svona community notes á nokkur tístin hjá honum sem að hefur komið í ljós að hann er bara að deila fölskum upplýsingum, eins og það var eitthvað myndband sem átt að sýna það þegar það var verið að, sko, ræna kosningakössum, sko. Og það kom í ljós að þetta myndband er bara fake, þetta voru ekki kosningakassar heldur air conditioning units eða eitthvað, þetta var eitthvað sem hann deildi. Svo var annað, sko, það er mynd sem að sýnir, sko, úr sjónvarpinu í Venezuela sem á að sýna niðurstöður kosningana og þar kemur fram, sko, að þessir, sko, kandidatar, ekki þessir tveir sem fengu flesta atkvæði, að þessir, allir hinir kandidatarnir, það voru, sko, 10 samtals, að þeir hafi fengið, sko, 4,5%. Og það sýnir 3 kandidatar sem fengu 4,5% og ef þú setur allt saman þá verður það meira en 100%, það verður 108%. En málið er, sko, að þetta er misvísandi framsætninga því að það er verið að segja að 3 kandidatar hafi saman fengið 4,5%, það er ekki verið að segja að hver einn þeirra hafi fengið 4,5%. En hann, sko, Elon Musk deildi þessari mynd sem sönnun, já, kosningasvindl, skilur. Þannig að þetta er auðvitað falsfrétt, skilur. Þetta sannar ekkert kosningasvindl, þetta er bara misvísandi framsætninga og upplýsingum, skilur. Formaður stjórnarandstöðuflokksins í Venezuela, María Corina Machado, hún er mjög hliðholl bæði Bandaríkjunum og Ísrael eins og Milei og líka Edmundo González sem var frambjóðandinn til forseta. Og það er eitt sem ég finnst mjög merkilegt að gullforða Venezuela sem var í banka Englands, að það er búið að loka á þann gullforða. Venezuela fær ekki aðgengi að þessu gulli. Milei hefur tekið þá ákvörðun að flytja gull Argentínu til Englands. Af hverju? Hvað er að gerast þarna? Það er, sko, er ekki Milei bara að gera það sem að, þú veist, vesturvildin vilja. Meina, hann er rauninni kemst, hann verður forseti mikið til að því að hann tekur saman höndum við Macri sem er fyrrum forseti, sem sagt, og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Milei snýr öllu við sem að Kirchner og þau voru búin að gera. Það voru að tala um að gera upp við Alþjóðagjaldeyrissjóðun í júanum, hætta viðskiptum í dollar, sækja meirinn í BRICS, standa gegn síunistunum og svo framvegis, sko. Og ekki taka þátt í þessu einhliða, sko, þú veist, Macri og Bolsonaro voru hérna á svipuðum tíma og það er þannig sem að hann kemst þarna, Macri kemst þarna að, sko, en það er enginn að segja að stjórnin sem var undan honum hafi eitthvað fullkomin, en þú veist, það er ekki það mikið til vinstri en það er samt, sko, það er bara, við höfum átt okkur að Argentína er mjög ríkt land og það er miklar auðlindir þarna, en það hefur alltaf verið risastórt sórar bara út úr hagkerfinu, bara peningar sem að, þú veist, alltaf þeirra fengið eins og Macri fekk meiri lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, það var bara síðan bara sogið út og sett á aflátsreikning einhvers annars staðar, við talum sko $20 milljóna og meir en 50%, það var nú reyndar sennilega orðið á hann var forseti, sko, er undir fátæktarmörkum. Það er sko, það er alveg bara veruleg fátækt í þessu landi sem á mjög mikið af gasi og málmum og með hátækni, þú veist, þeir framleiða, sko, mjög mikið til allt sem við þurfa, sko, en það kemur einhvern stað í milliliði sem að tekur þetta frá, þannig að það er
Já, það hann náttúrulega bara orðin sko svona öfgakend útgáfa til að berjast við það sem að meirihluti fólksins vill, væntanlega. Og hagkerfi Argentínu var í miklum vandræðum áður en Milei kemur, þannig að fólk kannski óánægt með það sem að gerast. Jú. En svo hefur nú staðan ekki batnað þvert á móti. Nei, hann hefur verið að taka í sundur bæði þess, sko, þegar sumir, eins og fyrstu mótmælin gegn honum voru að hann var að selja landið bara, hluta það niður og selja það. Og svo líka að taka úr sambandi og skera niður fjármagn til háskóla og til dæmis Argentína er þekkt fyrir kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Það er búið að loka alveg á styrki til kvikmyndasjóðsins þar svo mikið að það lítur út fyrir að núna bara hætti innlend framleiðsla á kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Þetta er svona og síðan sér maður líka bara hvert svar er þegar fólk mæti, kennararnir mæta á starfsfólki, það var reyndar í einum stað þá fleirum að þá slóst lögreglan í lið við mótmælendurna af því að það var að vera að ráðast á bara starfsfólki í heilbrigðisgeiranum. Þau voru að heimta laun og eitthvað, þá kom lögreglan og sagði bara við stöndum með ykkur og þá kemur náttúrulega alríkislögreglan inn sko er að lemja á mótmælendunum og það var það sem gerist líka eiginlega strax og þetta valdarán var í Venezuela þá var strax allt í einu lögreglan komið til götu og byrja að skjóta á mótmælendur, eitthvað sem enginn hafði séð í 6 ár eða meira sko. En þetta er því miður svolítið þekkt eins og í Nicaragua með sandinistana að þar eru sendir inn málaliðar sem fara bara og eru að myrða fólk bara í hrönnum. Kontraskjálfin var alltaf bara dauðasveitir. Það er sama eins og var í El Salvador og svo náttúrulega að Condor-áætlunin snýrist sem var í rauninni að herinn í viðkomandi landi fengu þjálfun eða utanaðkomandi ráðgjafi til þess að steypa stjórninni og rauninni koma herfræðingastjórn. Og þau tímapunkti náðu mest allir Suður-Ameríku undir það. Já. Þeir hafa framið valdarán eða reynt að fremja valdarán eða haft mjög bein afskipti af bara eiginlega öllum löndum í Rómönsku Ameríku. Já. En Milei sagði í kosningabaráttunni að hann ætlaði að skipta gjaldmiðil, taka upp dollarann og hann ætlaði að hætta viðskiptum við Kína og Brasilíu af því að Brasilía er með Lula sem hann segir er kommunisti eða eitthvað. En þetta er mjög bara slæmt fyrir hagsmunum Argentínu. Er það ekki tjörfið? BRICS-þjóðirnar, þær eru í miklum uppvexti. G7 standa ekki alveg eins vel. Það er náttúrulega mjög fjörulegt að ætla að hætta viðskiptum við stærsta nágrannaríki sitt sko. Hvernig getur það þjónað þínum hagsmunum sko? Og ég meina þessi mikla undirleikni hjá honum við Bandaríkjaveldi, það má spyrja sig hvort að það þjóni hagsmunum landsins. Þjónar það hagsmunum landsins að flytja gullforðan út úr landinu, bara í rauninni til þess að vera stólið, sem að náttúrulega sko Vesturlönd og svona nýlenduveldi hafa alltaf gert þegar þau taka yfir lönd. Ég meina eins og þegar Bandaríkjamenn réðust inn í Írak 2003, þá tóku náttúrulega yfir gullforða landsins. Það eru til þetta myndir þegar hermenn eru að pósa með þessum gullstöngum sko í Írak. Þetta er sama á Haítí þegar þau fóru inn Bandaríkjamenn þegar þau rændu gullinu, hvað var það, 1911? Fóru bara tæmdu bara gullinu á landsins. Og Venezuela, frá því að Chávez komst til valda, þau hafa verið að rækta upp tengsl við bæði aðrar vinstri sinnaðari ríkisstjórnir í Rómönsku Ameríku en líka við Kína og fleiri BRICS þjóðir. Það var þarna bólivaríska bandalagið ALBA er það kallað á ensku og áfram er Venezuela að rækta þessi tengsl og hefur í raun verið kannski svolítið mikilvægur leikmaður á svæðinu hvað þetta varðar. Já, sérstaklega núna í efnahagsþvingununum. Að þá hefur Maduro snúið sér mikið til Kína og verið tekið fagnundi þar. Sáum myndir á netinu sko, það sem bara virkilega flotta móttökur þegar hann kemur þarna í opinbera heimsókn og þannig að hann snýr sér til Rússlands og Kína og fær stuðning þar. Þannig að Já, hvað annað er hægt að gera fyrir slíkar þjóðir þegar að staðan er svona?
og þau kannski ekki mikið að kaupa narratífuna það að Kína og Rússar séu svo hrikalega slæm þegar þau einmitt þekkja söguna. Það hefur verið sendt inn dauðasveitir, það hefur verið að setja upp herforingjastjórnir sem eru að ræna landið og hreppa fólk í fátækt. Þannig að þau veist, oft í vesturinn talað með svona einhvers konar lyft nefinu upp sko, og talað hvað vestrænu lýðræðisríkin séu nú flott og fín og virði mannréttindi og verður nú ekki að tala við þessa Rússa og og eitthvað svona. Það byggir alltaf á því að það er vondi kallinn sko. Við erum góðir og þú trú öllu sem við segjum en þú veist, svo ef þú ert eitthvað að fást eitthvað þá bendum við alltaf á gríluna, við erum alltaf eitthvað gríla. Málið er náttúrulega Venezuela eins og Kúba eins og Nicaragua líka því það eru viðskiptaþvinganir Nicaragua, þú veist, mjög miklar. Og öll þessi lönd deila þessu að viðskiptaþvingana stríð sem já, það er bara, virðist ekki verið endi fyrir því. Þeir hafa ekki annað möguleika heldur en þetta og þeir gerðu alvarleg tilraun til að reyna að knésetja og leggja svolítið bara olíuiðnaðinn í rúst í Venezuela. Í samvinnu við Íran að þetta var í COVID. 2020. Já, 2020-2021 þá til þess að koma olíuiðnaðinum og olíuhreinsunarstöðvunum á því að stað aftur og líka að því þeir náttúrulega þeir hafa góðmálma, þeir hafa líka málma, þeir eru með stálsmiði og gull, já, og þeir eru með, þetta er bara mjög ríkt land. Miðað við að það er ekki stærra, þetta er ekki náttúrulega stærsta landið, þú veist, það er Brasilía, Kólumbía og Argentína, þeir eru náttúrulega, en þú veist, þeir eru með þetta og þá fór í gang verkefni sem það voru flutningaskip sem komu frá Íran með þessi petrokímisku efni sem þeir þurfa til þess að starta þessu og bandaríska landhelgisgæslan, hún greinilega er með gefið sér leyfi til að vera innanríkis sem sagt í landhelgi eða við landhelgi annarra landa og svo náttúrulega má ekki gleyma því að það eru náttúrulega þessar ABC-eyjarnar sem eru Curaçao og hvað það heita sem tilheyra Hollandi og það eru Gillin ennþá við líða. Það er náttúrulega NATO-herstöð þannig að þetta er króað af og þeir náðu að stoppa fyrsta skipið Bandaríkin en svo komust hinn í gegn og þá með því og með þess að þetta er bara samstæða þannig tókst þeim að starta aftur og það hefur verið hagvöxtur, þeir hafa náð olíun á stað aftur. Að svo miklu leyti að þegar þegar COVID og Bandaríkin eru bara í vandræðum að þá senda þeir einhverja sendinefnd sem að biður, þú veist, fyrir möguleikann. Það gerðu líka við Íran það að hefja aftur viðskipti við þau. En síðan, þú veist, er hægt við það og kemur bara einhver önnur dagskrá. Já, trekk í trekk eru Bandaríkjamenn að brjóta alþjóðalög bara svívirðilega og fyrir framan alla einhvern veginn og samt láta eins og þeir virðu þau og sé að venda og til dæmis einmitt með efnahagsþvinganirnar á Kúbu að trekk í trekk aftur og aftur er verið að reyna að lyfta þessum eru Sameinuðu þjóðirnar í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna er verið að kjósa það að lyfta þessum efnahagsþvingunum og fordæma þær en einu þjóðirnar sem að setja sig gegn því eru einmitt Bandaríkin og Ísrael og svo núna síðast satt Úkraína hjá. Og náttúrulega Íran er náttúrulega í BRICS og BRICS virðist vera svona samband ríkja sko eiginlega gegn efnahagsþvingunum af því að mörg þeirra eru sko fórnarlöf efnahagsþvingana eins og náttúrulega sko Íran og Rússland og ég held að BRICS hefur lýst því yfir sko að til þess að gangi BRICS þá mátt þú ekki hafa lagt efnahagsþvinganir á annað ríki, það tekið þátt í efnahagsþvingunum þannig að þetta svona snýst mjög mikið sko að sporna gegn efnahagsþvingunum Bandaríkjanna sem náttúrulega sérstaklega Kínverjar tala sem sko efnahagslegan imperialisma og þeirra tæki þess að drottna yfir heiminum sko og það kallar hegemónisma sko Kínverjar segja að við viljum sko win-win equal samskipti sko við viljum ekki þennan hegemónisma það sem aðili sko drottnar yfir hinum með sínum efnahagsaðgerðum sko og svo segir frétt frá því í janúar þess ári Maduro hopes to join BRICS þannig að það hefur greinlega verið eitthvað að tala að Venezuela vilji ganga í BRICS sko. Og það ætti ekki að koma óvart að því að þú veist öll þessi ríki sem er að vera fyrir efnahagsþvingunum að þau vilji koma sér saman skilur og starfa saman, það ætti ekki að koma óvart sko. En ég vil segja eitt annað atriði efnahagsþvinganirnar, ég held að fólk átta sig ekki alveg á hvað þær eru sko, hvað þær hafa mikil áhrif, hvað þær eru hörmulegar sko. Berum þetta til saman með Rússland. Ástæðan fyrir því að Rússland hefur
sko lifa af þessar efnahagsþvinganir og þar hafa ekki lagt rússneska efnahaginn í rúst þegar því Rússland er svo stórt land og þeir framleiða allt sjálfur. Þeir eru með stóran iðnað í öllum sviðum, landbúnaði og ýmsu fleira, þannig að þeir eru rauninni færir að framleiða allt sjálfur og vera sjálfum sér nægir, en það á ekki við smærri lönd eins og Venesúela eða Kúbu sem eru alveg háð því að flytja inn fullt af vörum og dóti sem að þau þurfa sko. Og það eina sem Venesúela hefur, það er rauninni olíuiðnaðurinn sko. Og hluti af þessari kreppu sem að landið lendi í, það var þegar heimsmarkaðsverð á olíu lækkaði sko. Og þá náttúrulega minnkuðu tekjurnar hjá ríkinu. Og þetta segir Noam Chomsky að hafi verið sko ein mistök hjá Hugo Chavez, honum tókst ekki sko að gera efnahaginn fjölbreytilegri. Hann var ennþá of háður olíuiðnaðinum sko. Og þá getur hann orðið fyrir svona miklu sjokki ef að það verður sko breyting á heimsmarkaðsverði. Já, heimsmarkaðsverði á olíu sko. Já, það voru öll eiginlega ekki sett í þessa einu körfu. Já. Það var svo mikið stólað á olíuna sko. Og þetta svona nýlendu hagkerfi þar sem að nýlendu veldin reyna að fá okkur nokkra vörur úr landi og bara svona taka þær allar og vera ekki að, þú veist, já, svona nýlendu hagkerfi. En þannig að líka ef að Venesúela hefði bara fengið frið til að þróa þetta, af því að sko það sem að gerist líka á þessum sama tíma, það er að þessi kooperatífi, þessi samyrkjubú, þau eru sett á laggirnar til þess einmitt að reyna að gera Venesúela sjálfbara. Þannig að það sé ræktað allt grænmeti og fæðu öryggið, sem sagt mataröryggi. Sú pæling með samyrkjubúunum er sett í gang. Þannig að ef við segjum sko, nú erum við að tala fullveldi. Og það er náttúrulega bara stjórnmálafræðilegt hugtak að ríki hafi sem sagt bara lögsögu innan þína landamæra bara á þínum auðlindum og svoleiðis. Þannig ef að land fær bara verið í friði með sín plön eins og ef að Venesúela, getum ímyndað okkur, ef hún hefði bara fengið að vera í friði, ekki verið allt þetta, að því að sko leið og það kemur svona kú eins og þarna 2002, að það náttúrulega fer allt aftur á bak sko og svo þarf að byrja upp á nýtt og svo eru efnahagsþvinganir og svo er, þú veist, infiltrasjón hana í gegnum netmiðla og annað slíkt og inn í hópa og allt slíkt sko. Þannig að ef að land fær bara leyfi til að, sem sagt, ef að Venesúela fengi bara leyfi til að þróa þessar aðferðir og þetta kerfi, að þá sko, þá hefði kannski náðst að vera meira sjálfbært, skiljiði. Og bara, ég veit að það, þú veist, þau settu alla áherslu á olíuna, skiljiði, en það er náttúrulega, ef að þau hefði fengið leyfi bara til að þróa það áfram, þá. En það er alltaf svo hættulegt því þetta verður fordæmi. Það er svona, alltaf er Kúba, þú veist, viðskiptabanninu, Kúba verður ekki aflétt fyrir en að Bandaríkin fara á hausinn, sko, því að það verður aldrei fyrirgefið að þetta skyldi verið tekið að þeim. Og á sama tíma, hvernig þeir standa þetta af sér, sem, þú veist, og Nicaragua er þetta búið að ganga lengra. Þeir eru alfarið bara stiðið við Kína, en þeir náttúrulega, hvað ættir annars að gera? Þú veist, þeir hafa ekki annað og þá verður þetta fordæma og það er það sem er svo hættulegt sko. En það er líka þessi pæling með Alba sem hún komst inn á áðan. Það er akkurat svona rómansk-amerísku, amerískt svona Evrópusamband, bara ekki peningasamband, ekki kapitalistsamband, heldur svona skiptidílar. Þannig að sko Venesúela fær sem sagt lækna frá Kúbu og Kúba fær olíu frá Venesúela. Þetta er svona skiptidílar til þess að álfan er þá eða Suður-Ameríka er það. Hjálpast að. Já, þá hjálpast að með það sem þau eru góði eða eiga mikið af, skiljið. Á svona félagsignum forsendum í raun og smá svona eins og samvinnuhreyfingin var hérna á Íslandi í den. Já. Takk kærlega fyrir að koma að spjallaði mig þessi mál. Þetta er flókið og snúið og það er margt meira sem hættir að fjallum og fara í og við munum setja hérna neðst fyrir neðan þáttinn heimildir aðalega frá Geopolitical Economy Report með rannsóknar blaðamanninum Ben Norton. Þar eru flottar skýrslur og myndbönd þar sem að hann fer í málið og við ætlum að enda á myndbandi með manni sem var að vinna hjá CIA að fjalla Kúbu og af hverju þetta Kúba-sósíalismi raunveruleg félagshyggja í Rómönsku Ameríku er hættulegt fordæmi fyrir heiminn. Takk fyrir að staldra við hér með okkur í raunveruleika. Cuba has more doctors and more teachers per capita than any country in the world. And they have succeeded in these areas, and it's all state supported, which means people don't have to put money out for the medical care or for they of course pay the cost indirectly as a whole society, but they don't have to pay the bill in the hospital and so forth. And so that cannot be allowed to stand. It's a very bad example for the United States and for all the third world people in the United States. After all,
We're becoming a third world country very fast, if not already, you know. Not already, yeah. And so there's a very large mass of people out there who can look at Cuba and say, well, if they can do it, and on a per capita income of $2,000, $2,500 a year, where ours is $22,500 a year, what's wrong with our system? I mean, maybe we ought to consider an alternative. That's why Nicaragua, Sandinista in Nicaragua had to be destroyed. Exactly. They were a bad example, and that's why Grenada had to be destroyed, because any movement that comes to power with the idea of providing for all the people and of escaping the control of the United States and its economy, let's say the corporations and so forth, then that is bad news here in the United States in the upper circles of power.